I'm the star here, so við skulum gefa sér séns. Herru, við erum að fara að kíkja núna á kafla 9 sem hérna hlutfalladæmi, eða orðadæmi. Og í raun og veru þetta bara verslunarreikningur, og verslunarreikningur algjör snill. Þetta því að þið notið þennan reikning langmest af öllum reikningi sem þið notið. Alltaf mikið á skófum nefnir. Ég treysti allir pennandi mín sér í lagi, sem eru kannski. Orðadæmi. Það elskar engin orðadæmi. Einfallega vegna þess að við erum ekki mjög vönnum, okkur líkar ekki við þau. En það kannski dálítið á röngu forsendum. Við erum svona fyrirfram búin að ákveða þessi erfið. En við eigum kannski pínlítið að snúa þessu úr þessu yfir í, ég skal kíkja á þig. Því það ákveðnar reglur í gangi. Það ákveðnar reglur í orðadæmi. Höfum undir í huga, flestar stærðfræðibækur eru skrifaðar af 60 karlmönnum fyrir 60 karlmönnum. Þannig eru orðin túlkuð, ég meina fullt af hugtökum hérna sem að ungt fólk skilur ekki. En það samt ekki ástæði til þess að skrifa dæmin eitthvað nýtt. Ég með vídeótöku í gangi Það fyrsta sem við ættum að gera í orðadæmum að ættum að hafa blá blýant. Ég með töflu og penna. En við ættum líka að vera tilbúin að lesa dæmi á annan hátt. Lesa það öðruvísi heldur en það skrifa. Reyna að koma því yfir á okkar tungumál. Því að gamli gaurinn sem skrifaði bókina, hann skrifaði þetta orðin sem hann notar. Það sem við þurfum að gera að koma tungutakinu yfir á það sem við notum. Þannig að ef við erum orðadæmi hérna, tökum bara lítið dæmi. Jón Málari ætlar að blanda 30 lítrum af grænni málningu. Hann notar 3 hluta af hvítu, 2 hluta af gulu og 1 hluta af bláu. Hvað þarf hann að nota mikið af hverjum lit? Ok, hvernig væri bara orðað annan hátt? Þetta er Jói Málari. Hann með 30 lítra af málningu. 30 lítra af málningu. Við skráum þetta niður. Hann notar 3 hluta af hvítu til þess að búið til 30 lítra grænni málningu. Hann notar 2 hluta af gulu og hann notar 1 hluta af bláu. Hvað þarf hann mikið af hverjum lit sem búið til 30 lítra? Við skráum þetta niður og rissum þetta upp. Og hvernig með Kasper, Jesper og Jónatan skipta á milli sín 84.000 krónur. Kasper fekk 2 hluta sem gaf honum 14 skall. Jesper fekk 42.000 krónur hluta og Jónatan fekk afgangi. Hvað fekk Jónatan mikið pening? Hvað átti Jónatan marga hluta? Þegar maður les dæmið, þá meikar það ekkert alltaf sens. Þannig að við þurfum að skrá hjá okkur hverju persónur og leikendur, hvaða atriði eru tekin fram þarna og bara umorða þetta upp á nýtt. Það heitir hann Kasper og Jesper Jónatan. Við erum með 84.000 krónur. Ég ætla að skipta þessu svona deilis á milli sín. Nefnum hvað, það ekki alveg jafnt, sko. Kasper á 2 parta. Jesper fekk svo einhver upphæð og Jónatan fekk afganginn. Ok. Ég umorða þetta bara. Og ég kannski geta umorða þetta á besta hátt, en ég bara samt umorða þetta. Og það annað. Verið viðbúin því að skrifa, lesa dæmin aftur og lesa þau aftur og lesa þau aftur. Það er ekkert óeðlilegt að lesa dæmi 4 sinnum. Það er ekkert óeðlilegt. Hlutfalladæmi. Við byrjum á blaðsíðu 79. Þá kemur hérna það er sýnidæmi á blaðsíðu 79. Skiptum 1200 krónum milli Siggu, Gunnu og Baldurs. Þannig að Sigga fái 5 hluta, Gunna fái 3 hluta og Baldur 2. Ok, ég með dæmi
Ég skil ekkert í því. Hvað er að tala um? Jú, lesum það bara aftur. Skiptum 1200 krónum á milli. Skráðum þetta hjá. 1200 krónum á milli. Hver er persónur og leikendur? Það er Sigga, Gunna og Baldur. Gunna og Baldur. Ég sem sagt skráða niður, bara blað. Hvernig á ég að skipta þessu? Sigga á að fá 5 hluta. Sigga á að fá 5 hluta. Gunna á að fá 3 hluta. Og Baldur á að fá 2. Ég rissi þetta bara niður. Ok, stundum eru þessi hlutir settir svona fram. Í hlutfallinu 5, 3 og 2. Ok, hvað er ég með margar hluti hérna í heildina? 10. Ég gæti reynilega að tekið þessar hluti og bara lagt þá saman og þá fæ ég 10. Ok, var ekki bara fínt að finna út hvað einn partur er stór? Taka sér þetta heildarupphæðina og deila með öllum hlutunum til að finna hvað einn partur er stór. Hann er 120 krónur. Og hvað á Sigga að fá margar svona 120 krónur? Hvað á Gunna og Baldur? Sigga á að fá 5 svona 120 krónur hluta, Gunna á að fá 3 svona 120 krónur hluta og Baldur 2. Þetta er galdurinn á bakvið þetta. Margfaldur 5 sinnum 120, hvað fæ ég út? 2 hérna 600 og 3 360 og 2 er 240 og vitið minn, ef ég legg þess að upphæðir saman, hvað fæ ég út? Ég fæ 200. Ok, það er hægt að gera þetta á annan hátt. Ef þið fílið þessa leið, please, notið hana. En ég get líka að nálgast þetta á annan hátt. Ég með Sigga er að fá 5 hluti af 100 sinnum 120, 1200. Gunna er að fá 3 hluti af 10. 3 hluti af 10 sinnum 1200. Og Baldur er að fá 2 hluta af 10 sinnum 1200. Og veitir það, þið fáið nákvæmlega sömu tölu. 600 kall. 360 krónur og 240 krónur. Í grunninn þá er þetta hlutfalladæmi. Svona er þetta tekið. Safnið saman öllum hlutunum, leggja það saman og annarkvort á einn að fá þetta mikið af heildinni, annar að fá þetta mikið af heildinni og þriðji þetta mikið af heildinni, eða finnir út að einn hlutur er stór og þá á Sigga að fá þetta mikið af þeim, af honum, Gunna að fá þetta mikið af honum og Baldur að fá þetta mikið af honum. 3 leiðir tiltölulega skyldar en báðar tiltölulega þægilegar. Ok, hlutföll. Þetta voru þau. Það setja ykkur inn í prósentu líka. Ég það að sér vídeo. Stoppa vídeoið